þá hef ég til handa. Sjá ekki örugglega allir glerurnar. Eða einhver. Getur einhver svarað því? Jú, ég sé þar. Flott. Og það skiptist glerið það ekki? Jú. Sko, oft þegar maður að fara af stað í einhverju svona mikil tækjakaup, ég á þetta að fjalla hérna bútækni nýjungar með áherslu á nýtingu tilbúinsábyrgðar og búfjárábyrgðar. Þegar maður að hugsa einhverja bútækni nýjungar, þá rosalega gott að gera sér grein fyrir hvernig staðan í dag hjá manni. Og það of algengt á Íslandi ennþá að við erum ekki með geymslu fyrir allan áburð, skít, þannig við getum borið á þegar við viljum. Og ég myndi telja það skynsamlegan kost fyrir alla sem að hugsa að fara í fjárfestingu tækjabúnaði til þess að bæta nýtingu áburðarins, að byrja á því að græja sig upp það með einhverjum haugtangi, hvort sem það svona lón eins og hérna, ég ákvað að sýna ykkur hérna myndar svona lóni. Þetta bara hóla sem grafin og svo dúkur í, það steiftir hlemmar hérna í tveim stöðum til þess að koma að dælu til þess að losa þetta og hræra upp í þessu, en annars þetta bara mold undir þessu dúk eða sandur og hérna tiltölulega einföld, tiltölulega ódýr lausn sem þetta að byrja á. Eins og náttúrulega þetta versla sér hérna fórstiftar svona ringi eins og Hvanneyri og svona haugtanga. Ég sé mér þess að Indriði hérna Grétar KS á svæðinu, hann veit núna að ég er búinn að benda á það þess að tala við hann. En það eru fleiri aðilar sem líka selja BN hérna og hérna Eyjafirði og ég held að Landstorpi sé með eitthvað og Lífland líklega líka með eitthvað þó ég viti það ekki alveg. Það er ennþá leyfilegt að byggja svona opin ílát á Íslandi fyrir mikið, en það er ekki leyfilegt fyrir svínaskít. Þannig að það er ekki langt þetta verður bannað að byggja svona opna tanka. Og þá þetta, ef það er bannað að hafa þetta opið, þá þessi lón hérna ómöguleg. En það er mjög sjaldan sem það farið aftur í tíma með svona aðgerð, þannig að ef þið viljið sleppa vel frá, þá er þetta lausn í dag. En ef þetta losnar svolítið af köfnunarefni í svona lokuðum tank, eða opnum tank segi, er miklu minna ef hann er lokaður. Gefur okkur líka tækifæri til þess að nýta metan og svoleiðis. Það er einhver ekki með á mjút. Ég er bara að mjúta hann. Og hérna, já, hvað sem það, já. Og ég held að þetta stríð í Úkraínu núna mun ekki bara hækka áburðarverð og hækka olíuverð, heldur líka mun að gera tæknina til þess að nýta metan til raforkuframleiðslu eða upphitunar eitthvað svoleiðis, að henni mun fleygja fram og hún verði ódýrari og svona meira fyrir okkur innan nokkur ára. Næsta sem við verðum að gera áður en förum í að skoða einhver dýrtæki, þá er að vera vissum að maður sé að taka jarðvegssýni, viti hvernig skíturinn er og viti líka hvernig heysýnin þessi heyið okkar er, hvað þurfum við að bera á túnin. Þurrefnismælingar á skítnum eru líka rosalega mikilvægar upp á nýtingu og svoleiðis, og ég ætla að benda á, ég hérna, ég sé að Eiríkur er hérna og allavega Eiríkur er hérna frá RML, þannig að hann getur þá, ég ætla að benda ykkur á þá bara að heyri í honum. Kristján er líka hérna, að varandi svona efnagreiningar og svoleiðis. En það er mjög mikilvægt að vita hvað maður hefur áður en maður fer eitthvað að skipuleggja sig, hvernig maður ætlar að bregðast við því ástandinu. Og hérna þess vegna þetta er mjög ódýr leið til þess. Eins bara
með þann tækjabúnað sem við höfum í höndunum nú þegar, við flestir eiga nú haugsugu eða aðgangi að haugsugu, að gerast þá grein fyrir sko akstuslínum, að vera ekki að skera mikið, það er rosalega gott ef það er hægt að hugsa fyrir því og fólki verður að gera það einhverju leyti að vera með svona fastar akstuslínur og vera þá með svipaða vinnslubraut á heifinivélunum og á haugsugunni og reyna þá að keyra alltaf í sömu sporin til þess að minnka jarðvegstöppurina á öllu túninu, heldur færa hana á einn stað. Eins þess ekki mikið verið að krossa fram og tilbaka. Þá erum við sérstaklega ekki fara þvert á það sem við ætlum að raka og fara með rúlluvélina langsum eftir. Þá erum við búin að búra til kannski einhverja lægð í landinu þar sem annarkvæmt leynist blautar tuggur eða þá við erum að láta heifinnivélarnar að róta í mold. Því að þegar við förum út á veturnar eða svona á vorin þá eru túnin kannski aðeins mýkri heldur en þegar við förum á sumrin. Og við getum verið að búa til aðeins svona hæðir í landinu sem að getur þá mengað heyið okkar að hausti eða á heiskap, segi ég. Eins að reikna magn á hektara, ég setti þetta inn formúlu, ég ætla ekki að setja einhverjum á neti líka. Þetta er bara svo einföld formúla hvernig hvað með við haugsugu stærð, hvað hún er lengi að losa sig og vinnslubrautina og hvað við ætlum að bera mikið á hektaran. Við setjum þessar upplýsingar inn í formúluna og þá fengi út hvað við eigum að keyra hratt með haugsuguna. Þegar ég var að fikta við þetta á Hvanneyri og hjá bróður mínum þegar ég var að vinna með honum, þá var þessi losunartími svolítið breytilegur milli ferða, þannig að maður þarf aðeins að vera svolítið vakandi fyrir því. Stundum þetta þróast aðeins þessi losunartími, hann er ekki alltaf eins. Eins að túðan sem er að spreyja til loftið aftan á að hún sé þá rétt stilt, hún sé ekki skökk, þannig að það fari meira öðrum megin heldur en hinum megin, bara svona almenn vinnubrögð. Reyna að hræra eins mikið og hægt er, notkun íblöndunarefna svona þá bendi ég aftur á ráðuneytana í jarðrækt, varðandi notkun og því. Ég ætla ekki að tala um efnisinnihald eða þurrleika eða eitthvað svoleiðis, ég ætla að bendi bara á ráðuneytana, þau eru að fara í herferð núna landið og muni valið að tala það í þeirri ferð og bendi þá á þau líka að þið getið heyrt í þeim ef einhverjar spurningar. Já, þetta er bara almennt vöndu vinnubrögð, hræra vel upp, stilla hugsjóna rétt og reyna að átta sig á hvað maður á að keyra hratt til að fá réttan ábyrgðarskammt á hektarann. En ef við ætlum að fara í einhverjar fjárfestingar í búnaði sem hjálpar okkur að nýta ábyrgðin betur, þá er til þessi búnaður er líklega það sem við munum sjá sem mest af, ég geti sjá í bendili minn. Þessi búnaður hér, slöngubúnaður köllum við þetta, þá er þess að aftan á haugsuguna er þetta að kaupa svona universal búnað á haugsugur eftir á. Það eru margir framleiðendur í því. Ég er ekki að hygla neinum fram yfir annan. Þetta getur allt bilað og þetta hefur allt sína galla og ég ætla að leyfa vélasölumönnunum að segja ykkur hvað er frábært til þeirra búnað, en svona í grófum dráttum þá er þetta þannig að þetta er sett aftan á haugsugunar, er í kringum hálft tonn cirka, svona búnaður, svona 8 metra greiða og það er á þessu vökva rótor sem að sker heyið sem fer alltaf onni eða það sem að fer onni með. Þannig að það þarf líka að passa sig að sé ekki mikið að stígvélum eða einhverju járnarusli sem fer inn í haugsuguna. Svo erum við með niðurfellingarbúnað sem að fer þá ofan í jörðina, það er einhverjir hnífar sem skerast ofan í jörðina. Það er til
þeir fara mist djúpt eftir framleiðendum, en svona grunnir búnaður, hann er svolítil aflfrekur og þessi fyrir neðar er líka töluvert aflfrekur. En auðvitað losar þetta líka í rótina og loftar aðeins jarðveginn í leiðinni. Þannig að þetta er túnbætandi á meðan haugsúgan er ekki það stóra að hún eyðileggur túnið. Eins og mér fannst við gera á Hvanneyri þegar við fengum risa haugsúgu og risa dráttarvél til þess að fara túnin hjá okkur. Sáum förin eftir hana mörgum árum seinna. Tóti, ég segi Tóti Kjeldal líka, hann kannski er með athugasemdir þetta líka. En það sem ég til að þetta hafi kannski umfram slöngubúnaðinn er náttúrulega að við erum að fá meiri nýtingu á göfnunetinu. Það er minna sem gufur upp og mögulega erum við að fá betri, minni mengun af skít í heyið ef það er mikið þurrkatíð. Það er náttúrulega fyrir endurvöxtin að ef það rignir ekkert eftir að búin að bera skít á þá getur þetta orðið svona ólystugra fóður. Já. Svo er eitthvað til sem heitir svona nafn, eða kallar þetta naflastreng, ég veit ekki hvort það sé einhver annar komið annan að Bjarni Guðmundsson, ég hef ekki talað við hann, og góður að finna svona nöfn. En þá erum við með einhvers konar dælu sem dælir í gegnum slöngu sem liggur að dráttarvélinni og dráttarvélin er þá bara með þessa greiður á sér annarkvæmt svona slöngubúnað eða svona niðurfellingarbúnað. Það er rosalega mikilvægt að sá búnaður sé með einhvers konar flæðimælum, þannig að við vitum hvað er að koma mikið á hektaran, hvað við erum að bera mikið á hektaran. Það er þessi mælar eru frá Siemens, en þetta er einn framleiðandinn af svona niðurfellingarbúnaði er að selja þetta með haugsjónu og þessum naflastrengjum. Og þá getur við séð hvað er raunverulega að gerast. Þá ertu með þennan búnað hér og ertu með skjá inn í húsi sem getur fylgst með. Þetta er svolítið sniður búnað að því að þú náttúrulega búin að létta allt, þú getur verið með minni dráttarvél. Ef þú ert með slöngubúnað þá getur verið töluvert lítil og þá ertu bara að halda á þessari greiðu og draga slönguna. Hún getur reyndar verið ágætlega þung, en svo þetta náttúrulega verið með aðra dælu heima við og oftast er það önnur dráttarvél. Það er líka hægt að vera með rafmagns dælu hér, þannig að hér getum við verið að færa orkuþörfina héðan og hingað einhverju leyti og fara þá í orkuskipti í þetta. Það er einhver stofnkostnaður, ég var skoðað þetta fyrir mörgum árum síðan þegar ég var kennari á Hvanneyri, að þá lagðist ég svolítið pælingar með þetta og þá var þetta svolítið stundað í Bandaríkjunum og þá voru þeir að leggja lagnir vísvegar landregnina og voru með brunna sem var að húka sig inn á. Veit ekki hvort að það myndi fúnkera á Íslandi, ég þarf bara að skoða það betur upp á frost og svoleiðis, en það getur þá nýst líka við vökvun túna, sem ég held að við séum að fara í. Ég er alveg viss að við förum þangað, að því að vatn er ódýrasta næringarefni sem við getum komist í. Less, þetta er sérst, ef þið ferð að googla þetta sjálf og leita, þá er sérst less notað yfir low emission eitthvað, man ég hvernig þetta er orðað, en þetta sérst talað að þetta sé búnaður að nýti, það er sérst samheiti yfir þennan búnað það sem út ekki að spreyja til loftið, þetta tala less slurry, ef þið farið að googla sjálf. Þetta er orðið skylda í einhverjum nágrannalöndunum okkar, allavega held í Írlandi, þá var þetta orðið skylda að nota þennan búnað
Og þess vegna eru rosalega margir framleiðendur að framleiða svona búnað núna og voru á tímabili ekki að ná að anna eftirspurn eftir vegna þess að allir voru skyldugir til að fara í þennan búnað. Þannig að ég tel næsta víst að hann eigi eftir að lækka eitthvað á næsta ári með þessi búnaður þegar að markaðurinn úti fyrir að mettast að þá fer þetta held ég að lækka í verði. Það er svona allavega mín von. Hann er ennþá töluvert dýr. Þetta er ekki einfaldur búnaður þó að kannski einhverjir muni segja ykkur það. Þá erum við með vökvarótor og við erum með hnífa hérna inni og svo erum við með stútana hérna, dreifistútana og það fyrir náttúrulega eftir framleiðendum og þeir eru náttúrulega allir með sína lausnir á þessu. En alla jafna er þetta að taka svona 70-80 lítra á sekundu af vökva og ég er uppreiknað það yfir í olíueyðslu. Og þá er það svona cirka 6 lítrar á klukkustund. Miðað við 25 hestöfl og 240 grömm á kílóstundin af dísilolíu. Og ég meina, fólk sem hefur verið að rúlla, það verið alveg fundið fyrir því þegar verið að opna hlerana eða nota vökvakerfin með rúllurinni, hvað vökvakerfið tekur aukalega af afli vélarinnar. Við erum líka að þyngja tankinn 0,5 tonn sem við erum alltaf að bera með okkur út á tún og það kostar líka stærri dráttarvél mögulega. Allavega kostar það líka aðeins auka olíunotkun. Þannig að það þarf líka að taka það inn í dæmið. En framtíðin, því að fyrirlesturinn átti að vera um framtíðina, að hérna til dæmis einn framleiðandi, John Deere, ég er ekkert að auglýsa hann sérstaklega upp, ég hef engar mætur á John Deere. En þeir eru til dæmis fóru við þá leið að tóku NIR-búnaðinn sem að mælir próteininnihald í korni úr þreskivélinni sinni og setna bara á hugsuguna og eru að fá köfnunarefni, fosfór, kali og ammoníum út bara strax, rauntíma lestur bara á rörinu sem er að fara niður í túðuna. Bara hann er settur ofan á rörið hér einhvers staðar. Og þeir eru líka á þurrefnisinnihaldið og geta stjórnað magninu á hektarann eftir svona loftmyndir sem eru teknar til þess að meta hvar er áburðarþörf og ekki. Þannig að þegar við erum búin að taka all sýnin og allt það, þá getum við fara að leika okkur með svona hluti. Eitt vandamál, eitt vandamál að til þess að geta nýtt sér þessa NIR-tækni þá þurfum við rosalega mikið af upplýsingum og þær eru ekki til staðar fyrir íslenskar aðstæður eins og staðan er núna. Og það þarf svolítið mikið gagnasafn og kalibrera svona stykki mjög vandlega. Þannig að þetta er ekki alveg svona plug and play. Við getum ekki notað gögn frá útlöndum, held ég, til þess að stilla þessar greiður. En við erum komin samt með GPS búnað í dráttarvélar, við erum komin með sjálfakandi vélar, við erum komin svona eftir á keyptan sjálfakandi búnað í dráttarvélar. Við erum komin með nákvæmni niður á einhverja sentimetra. Þannig að við getum keypt allar greiður í heiminum til þess að gera þetta rosalega fínt. En okkur vantar ofta tíma þessar upplýsingar túnin til þess að geta nýtt okkur þessar tækni eins vel og hægt er. Og það held ég næsta stigið hjá okkur. Svo er spurning hvað það borgir sig. Nú var ég ábyggilega ekkert voðalega vinsæll hjá tækjakollunum. Þetta er rannsókn frá 2014 frá hollenskum háskóla sem sýnir það að búnaðarkaupin sem eru fyrir ofan hérna að
gróðinn fyrir að nota búnaðinn hérna fyrir neðan. Þetta niðurfellingarbúnaður og þetta var slöngubúnaðurinn. Þannig að það eykst olíueyðslan, það eykst dýrari tæki og stærri dráttarvél. Það verður allt dýrara og það erfiðara viðhaldið og allt og þú færð eitthvað í staðinn auðvitað. En það spurning hvað það borgar sig. Þetta náttúrulega miðað við hollenskar tölur á hollenskri olíuprís og hollenskum áburðarverði og svo framvegis, þannig að þetta eitthvað sem við þyrftum að skoða svolítið gaumgæfilega með mönnum, þá bara niður á einstaklingsbasis held ég, og eða fólk skoðar það sjálft niður á einstaklingsbasis hvort þetta sé virkilega skila sér í vasan. Ef þú ert með mikið af brekkum og mikil hliðarhalla og svona, þá kannski ekki sniðugt að vera að þyngja hugsunna rosalega mikið, að vera með rosalega dráttarvélar, af því að þær fara kannski að skríða af stað í brekkunum og eyðileggja túnin, sko. Þannig að þetta svona, já, þetta ekki einfalt að reikna þetta. Tilhægna, það svona jarðvegstöppunar, yfirborðsskemmdir, þetta svona hlutir sem erfitt að meta beint til fjár. Og svo náttúrulega getum við kannski ekkert farið af stað á besta tíma til að bera á, af því að við erum að bíða eftir að túnið verði ennþá þurrari heldur en þið yrðu með gamla búnaðinum okkar. Af því að tækin þyngri. En að því sögðu þá þetta náttúrulega fáum við mun betri nýtingu á áburði, sérstaklega köfnunarefninu, og við erum að minnka losun gróðurhúsalofttegunda og þetta svona færir okkur í áttina að meiri nákvæmnisbúskap. Þetta geti verið fyrsta tæki sem við erum að kaupa í þeim efni, svo myndum við bæta við þessu nýrtæki seinna ofan á hér. Það koma mikla fleiri, þetta bara að koma, en það fleiri sem munu framleiða þessi nýrtæki fyrir hugsugur. Og ég sé fyrir mér að þessi tæki fari líka á heilusluvagna eða rúlluvélar, þessi nýrtæki. Þannig að þetta geti alveg borgað sig eftir einhver ár, sko. En það rosalega gott að venja sig á það að láta skynsemina ráða og byrja á þessum einföldu hlutum ódýru sem skila okkur hvað mestu. Það að vita hvernig jarðvegurinn vita hvernig mykjan og vita hvernig fóðrið Svo við getum farið að búa til einhverja áburðaráætlun og vinna svo eftir henni. Það ekki skynsamlegt að mínu mati að fara að kaupa einhvern dýran búnað og vita ekki neitt jarðveginn, vita ekkert fóðrið, vita ekkert mykjuna, heldur bara giska á það allt. Ég búinn með erindið og þakka fyrir. Einhverjar spurningar? Enginn sem vill kommenta neitt? Bessi? Ég var bara að fengja það. Þú veit einhvern veginn með, já, hann ákvað að hætta. Einhver aðrir, Tóti, ert þú ekki með einn komment þetta? Veistu enginn þorir að spyrja? Og ég fara að tjá mig hérna. Já, ég vill ekki spyrja, þú voru að tjá þig. Þú varst að spá í hennan niðurfellingarbúnaðinn og slöngurnar, sko. Niðurfellingarbúnaðurinn það orkufrekur að ég held í öllum tilfellum við erum að tala 5-6% aukning á nýtingun af köfnunarefninu með niðurfellingunni versus slöngurnar. Þannig en kostnaður miklu meira afl, þyngri búnaðar
Og annað hitt að það hafa komið fram vísbendingar í þessum fáu tilraunum sem hafa verið gerðar hér á landi að það er ákveðið rótarslit við það að skera svörðinn og rótarslitið raun og veru vegur þyngra en lofturinn þannig að það getur orðið minnkun á uppskeru. Í Danmörku þá sko eru menn að nota slöngur allt sem er grænt en niðurfellinguna og allt sem er brúnt. Sem sagt, menn eru skyldur að nota niðurfellinguna í flög en mega nota slöngurnar á tún og græna akra. Þannig að í öllum tilfellum eru menn að horfa á slöngur hér held ég svona ef að eitthvað skynsemi ræði ef menn ætla að bæta þessi dótakassa eins og þú segir. Þetta er ekki langt frá því sem ég segi. Besti ætla að reyna aftur. Þessi reynda aftur. Sæl verið aftur, takk fyrir þetta erindi. Ég, eins og ykkur viti, þá hef ég verið að nota slöngubúnað eða hennar naflastreng eins og þú nefnir. Við köllum þetta slöngubúnað en það kannski þarf að aðgreina þetta nafn frá þannig að við erum semst með slöngu frá Haughúsi og út á tún og pröfum það. Við erum búin að keyra þetta held ég í 2 ár, ef ég man rétt. Það í þessum búnaði hjá okkur svona nokkuð, það magnmæling í þessu. Það sem sagt, hún reiknar út snúningshraðan á deilefnum og hún veit vökvaþrýstinginn á þessu. Þannig að við gerum okkur nokkuð grein fyrir hver akstursflæðin á að vera. Þannig að talvan, ef hún rétt prógramu og annað, þá á að geta stillt ökuhraða eftir því magni sem við viljum dreifa út. En mér sýnist það bara svona einhvern veginn fróðlegs að orkuþörfin hjá okkur eða við erum að fara með 0,25 lítir á rúmmetri í að koma skítnum út. Afköstin eru svona, ef ég reikna einhver meðalafköst, einhverjir 160 rúmmetrar á klukkutíma og það fara 40 lítrar á tíman. En aðalaflþörfin fer fram heim við hús eða vélin sem að selur upp úr Haughúsinu og í slönguna. Og við höfum verið með slöngu allt upp í 1800 metra. En það fer töluvert mikið minni orka í það, það sem niður í móti eða sem stendur lægra heldur en Haughúsið. Það eðli sínu léttara að koma í niður í móti heldur en upp í móti. En svona, ég held að þetta sé svona, reynsla okkar svo að þetta alveg bara athugunarvert fyrir einhver aðila og fyrst og fremst það sem við sjáum það þetta þessi geipulegu afköst við að koma skítnum út. Sem þýðir það að við erum að koma miklu meira magna skít út á kjörtíma. Og við höfum líka töluvert verið að dæla þessu út á milli slátta eða strax eftir fyrsta slátt og mér finnst það vera mjög góð nýting á þeim skíti líka. Ég ætla svo mikið að segja meira í byrji, ég get svara spurningum ef eitthvað varðandi þetta mál. Takk fyrir. Flott, takk fyrir þetta. Það var ekkert það sem við þurftum að fá að heyra. Smá reynslu. Kristján ekki að mút, ætlar þú að segja eitthvað, Kristján? Nei, þetta bara fínt hjá þér. Takk fyrir það. Bessi, hendir ennþá lofti hjá þér. Einhverjir sem að vilja tjá sig eða koma með einhverjar spurningar til mín Bessa eða Eirík? Eiríkur hérna líka á fundinum. Eða Tóta. Endilega eða vilja láta okkur vita af sínu reynslu vísindum. Sittur má ég koma með eina spurningu? Aldrei til. Ég ætlaði bara að spyrja á á fróðlegt að heyra þetta einleggja á Bessa með slöngubúnaðinn. Þetta bara spurning hvað svona búnaður kostar. Já, það best að Bessi segja bara hvað hann borgaði fyrir sinn. Hann frá Noregi, það ekki þinn Bessi? Jó, við erum með norskan búnað og
það voru flutt inn 2 svipuð kerfi, annað er hjá mér og hitt er hjá Sigurði Páfastöðum. Ég tók náttúrulega full size eða dælukerfi og greiðu og svelleik á slöngu þannig að við næðum svona sem mestum afköstum. Ég veit ekki hvað svona kostar. Þetta voru einhverjar 11-12 milljónir sem ég greiddi fyrir mitt kerfi. Inn í því er svona stærsta gerða dælu. Hún getur tekið, afþörfin á henni getur verið, já við erum með 200 hestafl við hana og hún fær alveg að svitna. En það ræðst líka af vegalengdinni sem við erum að dæla út. Við erum auðvitað ekki alltaf að dæla í fullri lengd en það er mjög algengt að við séum að nota svona 1000-1200 metra. Svona allan aðeins og aðstæðan eru hjá mér. En kerfið sem Siggi keypti á Páfastöðum, það er held ég aðeins að afkasta minna og til þess að gera útverðin. Stærsti peningurinn er raunin í slöngunum og hvað menn komast þurfa mikið, til þess að þurfa mikið af þeim. Ég er með 5 tommu slöngur, 1200 metra í 5 slöngum, en svo drögum við 4 tommu slöngur túnin sem er 2 sinnum 300 metra. En það er mjög algengt sér eins og í nágrannlöndum og hérna í Noregi að menn er að draga 3 tommu slöngur. Og sem dæmi það að þessi 4 tommu slanga þegar hún er full og annað að þá svona 150 hestafla vél, hún dregur ekkert meira en svona 400 metra í sikkur áttina af því að þyngdin í slöngunni er svo mikil. Þess vegna er strax komin niður í 3 tommu og reyndar þá samsvarandi minni afköst og þá er svona miklu léttara. Það er auðvitað fyrst létt leið út búin að snúa við og þá ertu kannski að draga bara stuttan legg, en svo lengi sem alltaf sem hún keyrir lengra og maður vill reyna að draga sem lengsta leggi í sikkur áttina til þess að auka afköst ef að túnin bjóð upp á það. En svona ég held í flestum tilvikum eins og hérlendis þar sem menn eru að 3 tommu kerfi eða 3 tommu dragslanga væri í rauninni svona sumarháttur libræri. Hún er bara tölt léttari og það er með þurfa kannski ekki á þessum miklu afköstum að halda. En sem dæmi hugshúsið hjá mér þegar það er fullt þá er það 6000 rúmmetrar og við getum þá, en þið sjáum það að við erum kannski að dæla 150 til 180 rúmmetrum á tíman. Á 10 tímum er það alveg hellingur eða ekki. Það eru 1500 til 2000 rúmmetrar. Þannig að fræðilega sé kannski eins og já, þetta eru bara mikil afköst og mér finnst það skipta miklu máli varðandi nýtingu á skipnum. Það eru sérstaklega þegar búin eru stærri og þetta er mikið magna þegar þetta er farið skítakeyslin að fara að taka einhverja vikur á ári. Þá er alveg ljóst að einhver hluti af þeim tíma er ekki á hver tíma. Þetta er bara orðið verkefni að koma þessu frá og koma þessu út en ekki að nýta skítinn við bestu aðstæður. Sem eru kannski ekki voðalega margir dagar. En þess vegna þurfa menn að huga afköstunum. Það er náttúrulega með stækkun búa að þá hefur tilhneigingin hjá okkur hér á landi og við erlendis að menn stækka alltaf hugsögurnar og það þarf að kalla á stærri traktora, öflugri vegi og ræsi og mér finnst svona þetta slöngubúnaður eins og við erum að vera svolítið svar við því að leysa þjöppunaráhrifin en samt að búa til mikil afköst sem að mér finnst vera stórt atriði til þess að geta komið skítnum miklu magna skít út á kjörtíma. Og það er svona einhver spurning. Já, þetta er flott. En hérna, hvernig er 150 hestafla dráttæli sem er rétt að ræði við að draga? Er hún þá ekkert að rífa upp jarðveginn? Ekki nema, það er bara rétt í lokin þegar þú ert, það fer svolítið eftir aðstæðum, ef við erum með blautar aðstæður þá er viðnámið á túninu miklu meira, við erum að draga slönguna eftir túninu og svona lúppu og þegar túnin eru sleit eða rök, eftir rigningu eða í rigningu, að þá er viðnámið miklu minna, en svona ef þú ert í þurrum aðstæðum, að þá finn ég munna. En það er bara fyrst í lokin, það er ekki enginn að segja að þú þurfir að draga svona langt.
Þú kannski ferð inn í mitt stykki sem er hérna 800 metra langt með slönguna og þú ætlar að taka hann 400 metri í aðra áttina og 400 metri í hina áttina. En svo kannski eru aðstæður þannig að þetta er rauninni kannski svolítið stórt þjálfunaratriði hversu langa leggi þú vilt draga. Þess vegna sagði ég það að hérna með grennri slöngu þá getur þú dregið miklu lengri leggi en það reynir svo sem ekki á þetta nema í svona stærstu aðstæðum. Þetta er ekki rauninni það sem ég segja vandamál. Þegar það að þyngjast í drættinu þá bara snýr maður við sko. Og þá leið og snýr við, þá ertu rauninni bara fyrst að draga bara nokkra metra og svo lengist alltaf leggurinn sem þú ert að draga eftir þér sko. Það er það sem er rauninni afþörfin og reynir að dráttargetu. Tóti var með hendur á lofti. Þetta er ánægði Baldur, fyrirgefum. Baldur sáttur. Bara alveg helsáttur sko. Gott. Tóti, þú varst með hendur á lofti. Það er svona vangaveltur innan slöngubúna. Ég var nýbúinn að tala við Finnboga sem fluttur búnaðinn hjá Bessa og Sigga. Og þetta eru 10 milljónir svona búnaðinn eins og segir svona fyrir bændur. Bessi er með svona meira verktakabúnað. Hann er í kringum 15 núna, sagði hann. En málið er að sem menn þurfa að átta sig á að það er ekkert vandamál fyrir nokkra bændur eiga svona saman ef það er ekkert aflangt á milli þeirra og þeim kemur þokkalega saman. Afköstin er svo gríðarlega mikil. Það er annað sem er í þessu að einfaldasta og ódýrasta leiðin til þess að bæta nýtingun á köfnunarefninu er að setja vatn og það er þinna skítinn alveg niður í 4% þurrefni. Og þá er þessi búnaður alveg ídýalt vegna þess að þannig að það koma miklu magni af vökva í gegn og eftir því sem að minna þurrefnir í skítum því auðveldar að koma honum í gegnum slöngurnar. Og ég held að menn eigi að horfa á svona ef þeir verið venjulega bændur að vera frekar að vera með 3 tommu dragslöngu. Ég nú að þvælast með 4 tommu slöngu í vökunarbúnaðinu hjá mér, 400 metra. Og það er orðið helvíti þungt að draga það á þurrum túnum sko ef maður komir á síðustu metrana. Og það er bara svipað með þetta er orðið gríðarlegt átak þannig að svona fyrir þessa venjulegu bændur ef að segja tækið 3-4 sig saman og að keyptu svona búnað að vera þá bara að hugsa 3 tommu slöngu í útræginu en horfa þá frekar á sverari slöngur að þeirri slöngu til þess að halda uppi þrýstingnum. Það er svolítið mikið atriði. Þannig að þetta er held í framtíðin en menn þurfa að hugsa sko túnin svolítið í samræmi við þetta. Það eru girðingar, brýr, stærð af stykkjum, menn þurfa að fara að hugsa þá líka í sko að loka skurðum og drena og svo framvegis. Þannig að þetta krefst töluvert mikilla skipulagningar áður en menn ráðast í svona fjárfestingum. Takk. Já, það var ein spurning hérna frá Guðnýju varðandi hvað er tankur stór sem við kalla mjög stóran. Þetta er svona eiginlega spurning hvað er spotti langur. Sko tankstærðin fyrir náttúrulega eftir jarðveginum og hvernig náttúrulega að bera á Hvanneyri þar sem allt er mýri og hérna blautt og þá er stór tankur ekkert voðalega stór með meðafellið meðalandi þar sem er allt á sandi sko. Þannig að þetta fer svolítið eftir aðstæðum hvað er stór tankur en ég minnir hann hafi verið 35 tonn fullestaði tankurinn sem við vorum með. Og dráttaðalinn eitthvað 20. Ég man ekki nákvæmlega tölun en þetta var allt og þungt fyrir þau tún sem er þar. En fínt ábyggilega á sendnum jarðvegi. Einhverjar fleiri spurningar? Athugasemdir. Eiríkur, vilt þú bæta við þetta? Nei, þetta er ágætt. Þú kannski auglýsir þessa ferð hjá, hringferð, er það ekki að fara eitthvað? Jú, það eru fundir sem er búið að boða hana byrja næstu viku og sem að fjalla fyrst og fremst lífrænan áburð og nýtingu á lífrænum eða þess að 10 hráefni sem að okkur býðst í rauninni við
til að gera áburð úr þessu lífræna úrgangi og fleiri slíku og síðan verðum við líka með fjallum nýtingu af búfjáráburði og já, við verðum sem sagt, það case sem ráðunautur sem hjá RML sem fjallar þennan bókassi og slíkar aðferðir við að útbúa eða gera lífrænan áburð og síðan verðum við eitt okkar jarðræktarráðenda með honum á hverju fundi. Glæsilegt. Það er skráning á heimasíðu RML á þessa fundi sem búið að opna. Þá er ég sem að enda fundin, ef það er engin fleiri sem meðatverðandir. Hvet ykkur bara til þess að heyra í okkur, mér eða Eiríki eða ef þið eru með einhverjar spurningar eða vilja við skoðum eitthvað með ykkur. Við erum alltaf til í einhverjar viðræður. Reyna að hjálpa. Þakka þér bara aftur fyrir og slekka upptökunni og lík þessum fundi. Eða hvað heitir, já.